Nú komið að alheims frumsýningu nýrrar stórbrotinnar heimildarmyndar Spaugstofumanna Kárahnjúkavirkjun. Þulur Guðmundur Ingi Kristjánsson og upptökustjórnaði Björn Emilsson. Í upphafi ársins 2003 ríkti mikið eymdarástand á mörkum hins byggilega heims. Það var einkum skortur á raforku sem háði mannlífi og menningu á eyjunni Íslandi, sem norpar í hafinu rétt undir heimskautsbaug eins og umheimurinn fékk síðar að vita. En það bil saga þessi hefst, vissu einungis fáir jarðarbúar af tilvist þessa veðurbarða skers. Já. 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 Já, rafmagnsleysið eitt og sér var auðvitað nógu slæmt en þó var afleiðingin af því að byrja ennþá verri. En það var álskorturinn. Langvarandi álskortur hafði gert það að verkum að þjóðin var vanþróuð, orkulaus og sinnulaus það sem máli skipti. Og ástandi var einna verst á Austfjörðunum. Þar lafti fólk bókstaflega dauðan úr skel. Já, og dauðinn úr skel var eina niðurstöðuvaran sem hægt var að fá á þessum tíma. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur hvort að fæðið var ekki einhæft hjá þessu fólki. Þessi var kannski verst af öllu var að ástandi var svo slæmt fyrir austan. Og þar var allt í svarthvítu. Og það var auðvitað álskorturinn sem olli þessu. Það vissu það allir sem vildu vita. Þetta gat jafnvel birst líka í myndtruflunum. Og stundum datt hljóðið út. Þannig að það heyrðist ekkert hvað fólk sagði dögum og vikum saman. Menn sáu auðvitað að við svo búið mátti ekki standa. Þjóðin varð að láta sverfa til áls gegn eymdinni. Það var mergurinn álsins. Einmitt, en okkar helsta krafa hlýtur þá að vera ál í hvert mál. Ál í hvert mál. Ál í hvert mál. Einmitt. Ál í hvert mál. Já, takk fyrir. En nú skulum við taka vel á móti okkar helsta baráttu manni, álskallanum sjálfum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Öðlegar allra landa saminist og nú skulum við taka hressilega undir í baráttu söngnum okkar. Tilbúin. Ál og hnífur mitt merki okkar austan manna. Náttúran má fara í múlan, þitt var stíflu, textan manna. Yfirvöld þessa litla eylands sendu út neyðarkall og ýmsir fjársterkir aðilar út í hinum stóra heimi sendu tilbaka tilboðum björgunaraðgerðir. Þar á meðal var ítalska verktakafyrirtækið La Traviata sem státaði af mikilli reynslu í mútugreiðslum í öðrum heimslutum. En það var nýjung sem Íslendingar sýndu mikinn áhuga. En þó batt þjóðin mestar vonir við álrisan Alcoa sem oft hafði komið bástöddum til hjálpar víða heim. Þrátt fyrir þessa miklu neyð var til fólk á suðvesturhorni landsins sem vildi loka augunum fyrir álskortinum en krafðist þess að þjóðin lifði á fjallagrösum og hundasúrum. Sem betur fór getur stjórnvöld þetta kjaftæði eins og vindumeyrum þjóta. Já, það var náttúrulega ekki hægt að fá fiskiböllur í dós lengur því að þá var náttúrulega búið að banna allar fiskveiðar og jafnvel þó eitthvað fisk hefði verið að fá þá náttúrulega bara hafði ekki kraft til þess að draga hann úr sjónum og svona en okkur sem að byggum þetta fyrir sjónum þótti þetta náttúrulega alveg forkastanlegt þetta gegndarlausa ofbeldi gagnvart landinu og það var að virkja og setja fífilbrekku gróna grund og hlíðina mína fríðu og hólman þar sem Gunnar sneri aftur og ég veit ekki hvað og hvað bara á kafi í jökulvað.
En auðvitað hefðu við náttúrulega átt að vita það að Austfirðingar hefðu eitthvað misjafnt í pókahorninu þegar þeir voru náttúrulega búin að vera að æfa sér þarna upp á hérað og sitja alltaf kafi vatn þannig að auðvitað láð það náttúrulega á borðinu og það var eitthvað í gangi og svona og við vorum bara ekki nógu vel á verði það var ekki spurningin og þannig að við vissum bara ekki fyrir til það var náttúrulega búið að skrifa undir samningarnu virkjun og álver fyrir austan það var auðvitað allt vitlaust og fögnuðu þar ekki spurningin. Austfirðingar fögnuðu ákaft eins og þeim einum lagið þó að ýmsum öðrum þætti syrta í álið. Þetta var auðvitað ákaflega stór dagurinn. En þó verði ég að segja að tilkomu mest þótti mér nú þegar liturinn færðist yfir bæinn. Og það sagði manni svona að það væri runnin upp betri tíð með ál í haga. Já. Og það voru orð að sönnu. Á eyjunu austanverðri upphófst heiftarleg velgengni, uppgangur og stórstígar framfærir eins og hendi væri veifað. Íbúarnir hófust þegar handa við að markaðsetja álafurðir og fjölmargar nýjungar litu dagsins ljós. Góðan dag. Ólafur Kristjánsson Alcoa heiti ég. Nú, við hér í álvarpsmarkaðanum erum að kynna nýjungar sem að ég hef nú grunum að ég eftir að ryðja sér til rúms bæði hérlendis og erlendis. Nú, þá er fyrst að telja að þá er hérna með sem svo closet pappír, the closet paper, eins og Kristján afi minn hefur nú orðað það. Nú, þessi pappír er þess að nýjung vegna þess að hann er sem sagt mattur öðrum megin og glansandi hinn megin eða eins og kettingin orðaði það svo skemmtilega sem sagt gott báðu megin sem sagt glansandi og þar maður mjög skemmtilegt rönn á hann þurfum ekki nánar út í það. Já, sem sagt segjum þetta gott með eggið. Nú, hér er ég sem sagt einnig með afar hentugar álverjur sem sagt að þægilegar og mjúkar og mjög skemmtilega áfriðar. Nú þeirra helsti kostur eru auðvitað sá að þær halda heitu. Hold it hot, baby. Það erum ekki náður út í það. Nú þessi álklæðnaður frá Álapotsi kostar 37.000 álkrónur og ekki ganga í púk og ullarfatnaði síðan 1700 og súr ál og við erum við síman núna. Já, semst alveg einstaklega ljúffengt ofan á brauð og munið semst álegg og eina raunverulega áleggi. Og munið að síminn er 24451112. Umhverfi Austfjarða tók einnig fljótlega stakkarskiptum. Alcoa tók að sér að álhúða helstu fjallstinda íbúum að kostnaðarlausum en þetta gerði umhverfið allt mun hreinlegra og nútímalegra. En álvæðingin hafði einnig varanleg og jákvæð áhrif á mannlífið á staðnum. Og hvað á barnið að heita? Álrún Alcoa. Álrún Alcoa. Já, Álrún Alcoa Sigurðardóttir. Álrún Alcoa, ég skýrði í nafni föðurins, sonarins og hins heilaga anda. Það var einmitt á þessum tíma sem nöfn eins og Álgrímur, Álbjörn, Áldís og Álhildur urðu algeng á Austurlandi og ættarnafnið Alcoa ruddi sér til rúms. Já, þegar álskortinum linti upp á nýtt tímabil í málfarsögunni má segja og í rauninni hafði enginn séð fyrir þau gífurlegu menningarlegu áhrif sem þessi þáttaskil í þjóðasögunni átti eftir að hafa. Austfirðingar þeir þekktust fyrr á öldum á því hvað þeir voru flámæltir en nú urðu þeir flestir hverjir álmæltir. Þannig breyttist tungumálið í munni þeirra þannig að almannavarnir urðu álmannavarnir og almenningur varð álmenningur og menn tók að stappa hver í annan álinu og það sem áður hafði heitið málþóf hét þar með álþóf. Og þá var þess að þetta ekki langt að bíða að alþingi breyttist í álþingi. Fljótlega reyndist nauðsynlegt að flytja inn talsvert magna vinnuafli erlendis frá til að standa undir álmegun landsfjórðungsins. Útlendingarnir lögðu sig alla fram við að læra nýtt móðurmál eða réttara sagt móðurál. Megavatt. Megavatt. Gigavatt. Gigavatt. Mjög gott. Eru allir búin að lesa Álu? Svo verður Álu? Álu? Já, sögun Ál á Bergþórsskóli. Ál og Bergþórsskóla. Til bara vera eitt orð ég ekki skilja.
Nú, hvað var það? Náttúra. Náttúra? Náttúra, já. Náttúra? Nei, það er gömul hljómsveit. Gömul hljómsveit? Já, það er gömul hippa hljómsveit. Þið þurfum ekkert að vita það. Þetta kemur allt í ljós. Þetta hafði auðvitað gífurleg félagsleg áhrif allt land, en þó einkum og sérilagi í þessum tiltekna landshluta. Íslendingar kunnu sáralítið og mútur, en þeir hafðu auðvitað alla tíð verið mjög nýjungagjarnir, og þegar Ítalarnir komu með þessa skemmtilegu nýbreytni og forstjóri Landsvirkjunar benti á að þetta væri gamall og góður siður, þá greip eiginlega sig hálfgert mútu æði í landinu. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi þjóðin fyrst farið í mútur. Það fyrir að klára matinn, Áli mín. Það kostar. Áli, mútaðinni. Þetta er svarið. Ég ætla ekki að klára matinn minn. Ég var búinn að múta þér. Það var bara fyrir kartöflurnar, ég ætla ekki að klára fiskinn. Viltu tala við dóttur þína, Álfhildur? Það kostar. Já, Álfur minn, hvað var það? Ég skil ekki dæmi nr. 3. Skilur ekki dæmi nr. 3, byttu nú við, já. Sko, ef að stærðfræðiprófið er 40 dæmi og hvert dæmi gildir að meðaltali 0,25, hvað þarf þá að borga kennarunum mikið fyrir að fá 10? Já, krakkar, sko, í þessu tilfelli verði eiginlega bara svona reif ykkur áfram með þetta, sko, þangað til þið hittið á rétt. Nú, já, minna hann það gott betur þetta. Byttu, nei, núna erum við að tala saman. Já, byttu. Já, fólk hreinlega bara vissi ekki hvað það átt að gera við peningana lengur. Hagsældin, hún var slík. Og þá náttúrulega blasti það mjög fljótlega við að Reykjavík var bara orðið störblangt krummað lengst út á einhverjum suðvestur útkjálka, þannig að Reyðarfjörður varð auðvitað gerður bara höfuðborg landsins. Þjóðhátíðardegi landsins var breytt í 10. janúar, daginn sem Alcoa ákvað að byggja álverið. Og í tilefni af því var afhjúpuð stytta af Alcoa sjálfum. Reist var álþingishús á staðnum og helstu álmenningshlutafélög fluttu austur. Stjórnvöld efndu strax til samkeppni nýja þjóðbúninga. Hinn gamaldags og úrsérgengna ímynd fjallkonunnar var poppuð upp og úr varð álkonan. Ó fóstur jörðin fríð og kær, sem fóst að bóla kaf í gær, ég hylli allt þitt eðalskrauð, þú er svo smart en fjandi blauð. Ó þekkist önnur þvílík sjón, en þetta uppistöðu lón. Í alveg væri út í höfn, ef öll þau dýru gígavöfn til einskis rynnu út af hafi, því ertu langbest geymd í kafi. Jú, þessi gríðarlegi uppgangur fyrir austan var auðvitað til þess að aðrir landshlutar ruku upp til hand og fóta og vildu koma sér upp samsvarandi velmegun, þannig að fólk fór í raunin að leita með logandi ljós eða náttúruperlum til að eyðileggja. Eða mætti vera til þess að það hagnaðist eitthvað svipað og austfirðingarnir fyrir vikið. Við munum öll hvernig fór með Gullfoss og Geysi, hvernig við gerðum þá að stærsta blöndunartæki í heimi og svo gáfu pakningarnar sig og þetta fór allt að leka hjá okkur. En það var kannski ennþá sviplegra hvernig fór með Vestfirðina. Vestfirðingar ætluðu að hagnast á jarðgangagerð en kunnu sér ekki hóf. Vestfjarðakjálkinn var á endanum orðinn holur að innan eins og blokkflauta og þá var bara engin burður í fjöllunum lengur, þannig að hann bara hrundi.
Vestfjarða kjálkinn bara hrundið til grunna. Já, ég hef nú einn af þeim sem skrifið undir ábyrgð Reykjavíkurborgar fyrir Kárahnjúkavirkjun og í kjölfarið því þá breytti ég nafninu mín í Álfreð. En það duði nú bara ekki til og þegar Reykjavík misti höfuðborgartitilinn þá fannst okkur við verða redda okkur einhvern veginn. Hugmyndin var að reisa krómverksmiðju í Ráðhúsinu svo að við réðumst í virkjun í Elliðánum sem mátti alls ekki vera minni en Kárahnjúkavirkjun og nú við náttúrulega rökum í þetta með engum fyrirvara. Við hefðum átt að rekna betur út stærðina á uppistöðulóninu. Þá hefðum við ekki þurft að fórna borginni komplett. Það sagði okkur heldur enginn að það var hægt að nota króm 15 árum áður. Upp úr þessum atburðum hófst gífurlegur fólksflótti. Straumur fólks lá austur á firði þar sem fólk hugðist taka þátt í álöldinni. Þetta var kallað að flýja austur fyrir Áltjald. Og þá náttúrulega brugðust austfirðingar auðvitað hart við og lokuðu sýslumörkunum og svona og auðvitað mjög stramt eftirlit með því hverjum var hleypt inn fyrir og svona. Því að það var auðvitað alls konar vittlýsingar sem voru þarna á sveimi sem var auðvitað ekkert óhægt að hleypa austur. Það var ekki spurning. Þú ert náttúruverndarsinni? Hvað sem það? Strákar, við erum þetta með vandræðagemsa. Heyrðu, er ekki allt í lagi með mína pappíra? Nei, þú ert að vera með álpappír. Álskotans. Já, nei. Þú fær ekkert hingað í vinni minn. Við erum bara verið fyrir sunnan og getið hundasúr í 101 Reykjavík. Álskotans, vitið sig. Passa! Nú erum við í góðum málum, tralalala. Já, það nú munur eiga sæt undir réttri styttu, maður. Já. Ég segi nú bara svo kettlingin. Hvað? Fyrir má nú kó en alkóa. Þetta er okkur versti brandar sem ég heilt lengi. Ég veit það, þess vegna þetta sett upp í mig. Já, satt. Jæja, ál í botn. Hvað er þetta? Álaborgar Álavíti. Herðu, þessi vann... Ál í botn. Ál í botn. Já. Auðvitað breyttist landið talsvert við þetta. Nú í fyrsta lagi urðu til fjölmörg ný örnefni fyrir austan en þau gömlu glemdust. Nú ég get nefnt örnefni eins og Súrálsýsla, Bandaríkjadalur, Nýríkafell, Alkóastaðir og Gígavatn, bara svo eitthvað sem nefnt. Nú á uppistöðulónið varð náttúrulega stærsta skautasvell í heimi eins og frægt orðið og það þótti nú mörgum skemmtileg nýlunda að geta skautað alveg norður á Blönduós. Það var auðvitað gaman að því svona út af fyrir sig en hvort það var þjóðhagslega hagkvæmt, það skal ég náttúrulega ekkert segja til Eftir að hálendi Íslands fór endanlega undir vatn, jókst stórlega straumur erlendra ferðamanna á þessar slóðir, þar sem mönnum þótti nýstárlegt og spennandi að kafa niður á fyrrverandi náttúruperlur og skoða fyrrverandi gróðurfar og dýralíf. En auðvitað hafði Áli líka sína skuggahliðar og við vissum ekki fyrir nú seinan hvað það var ofboðslega vanabindandi og það var auðvitað hópur manna sem ánetjaðist við. Komið sæl. Sæl. Ég heiti Álmann og ég er alkóaisti. Sæl, Álmann. Ég gleymi því aldrei þegar ég eignaðist fyrsta álkuppinn. Það var mikil álaga stund. Ekki grunaði mig þá að ég ætti eftir að verða algjör álviti. Sæl, Álmann, álviti. Skilið landinu aftur, við viljum ekki missa náttúruna. Skilið landinu aftur, við viljum ekki missa náttúruna. Skilið landinu aftur,
Við viljum ekki missa náttúruna. Hætti kjatti hana. Æ, hentu matalifum í þessa auminga. Vil kannski súra nál, ha? Vil kannski geta arfa, ha? Skrifið landinu aftur. Já, nú það langt liðið frá því að hálendinu var sökkt og það mani í rauninni engin lengur hvernig það leit út á sínum tíma. Ég held að elstu menn muni það ekki. Nei, ég bara man það ekki. Ekki þó að það ætti að ála mér. Þið bara alveg stólið mér. Það sem meira að það búið að rífa allar myndir sem voru til af hálendinu, þannig að þetta eiginlega mjög agalegt. Pappa kallir út í lónið og syndir þar stríð. Sokkinn blíðin fríða til fjallans fór jökulinn. Áður kalla og ég verð að söngva þeim. Ég veit ekki hvers vegna og hvernig ég tek þennan ameríska grein. Ég veit ekki hvers vegna og hvernig ég fékk þennan ameríska grein. Já, auðvitað var þetta í versta mál á sínum tíma, það ekki spurningin en samt verðum það náttúrulega viðurkenna að þetta auðvitað gríðarleg lyftistöng, en auðvitað réttlættir það ekki eitt eða neitt, ég nefna kannski virkjunina í mestalagi. Nei, sko, það auðvitað þessi nýðingskapur hvort landinu sem ekki í lagi, en auðvitað náttúrulega ekki hægt að standa gegn þróuninni, en menn verða auðvitað að stíga varlega til jarðar og vaða ekki yfir allt og alla á skítuðum skónum og svona, en auðvitað verða náttúrulega skotnir fyrst og fremst skítuðir þarna upp á hálendinu, það ekki spurningin, og auðvitað lifum við ekki á að hekla dúllur endalaust, þannig að maður náttúrulega bara áttast ekkert á svona vitleysu. Ég sé búin að skipta skoðun 8 sinnum á innan við mínútur, en það nú, já, ég vil nú bara segja það reynilega persónulegt met hjá mér, þannig eigum við ekki bara að segja þetta gott, það ekki spurningin. Nei, þú fær ekki þingað yfir, hvað? Þetta alveg góð í hófarhagsmaður. Ég skýri þig í nafni föðurins og hins heilaga anda. Sonarins. Þetta er fríð. Oje. Oje. Þú er svofa, þú er pera. Sæll. Ég heiti Álmann. Fyrirgefið, ég ekki með. Erum að horfa á hann Kalla, eða Linssoni? Ég horfi bara Linssoni. Horfa Kalla. Varst þú á einn horfi Linssoni? Já, alveg starð inn í hana. Bólakall, ok? Það leikari þetta. Ég er byrjað í gæð. Þú grunar mig þá að ég ætti eftir að verða algjör áviti. Sæll. Hvað í gangi með þetta? Þetta einfaldur skemmt. Það var ásæðlega gott hjá mér. Þannig átt að þegar ég eignaðist fyrst álköku. Heldur, það var hann. Ég veit það. Algjör áviti. Sæll, Álmann. Ákar. Hvað í gangi? Ekki grunar mig þá að ég ætti eftir að verða algjör áviti. Sæll, Álmann, álviti. Okkar krafa hlýtur því að vera